Já, efnahagsmál Íslendinga. Það er hinn eilífa sorgarsaga. Ég man, ég sagði það, hvað held ég hef sagt á útvarpi sögu eða fyrir nokkuð löngu síðan, hvort það var 2012, sem að ég fór að segja það að skuldastaða Íslendinga væri miklu verri heldur en að verið var að gefa upp. Stjórnvöld og Seðlabanki gefa upp. Þeir voru að halda því fram að við værum næstu skuldlaus, þess að við skuldum svona hálfa landsframleiðslu. Þetta voru skýrslur frá Seðlabankanum. Ég sagði þetta er lygi. Við skuldum 550%. Og fólk fannst ég fara að taka djúpt í árina og síðan kom árið seinna skýrsla frá þessum vitringum að við skuldum 450%. Sem að ég held reyndar, ég hef haft núna 1 ár í að hugsa þetta og fara yfir þessar tölur og svona. Ég held að þetta sé miklu hærra. Ég held að við skuldum næstu í 1000%, 800–900% af landsframleiðslu. Og þessar skuldir þjóðarbús Íslendinga eru reyndar 90% falsaðar, 80–90% af þeim eru falsaðar. Þetta sko, hugsum okkur, þetta aðeins, það er oft gott að taka smærra módel. Hugsum okkur 5 manna fjölskyldu og fjölskyldufaðirinn mætir á fjölskyldufund einn daginn og segir já, nú skuldum við bara 550% af árstekjunum okkar. Og hinn makinn kannski spyr bara, byrju, hvað gerðist? Hvað meinar þau? Hvað meinar þau? 550%? Við vorum skulduðum hérna cirka 50% af árstekjunum í fyrra og nú ert að segja að við skuldum 500%. Hvað gerðist? Þú varst að kaupa eitthvað eða hvað? Nei, við bara skuldum þetta sko. Já, og í hvað? Hvað var gert? Keyptirðu snjósleða eða keyptirðu nýtt skósafn eða hvað gerðist? Nei, við bara skuldum þetta. Og þetta er enda svona gaslighting tækni sem ég talaði áður. Og fólk bara, já, ok, bara drífa sig að borga þetta. Já, og skuldirnar eru tæplega heilbrigðiskerfið og rúmlega menntakerfið. Það er það sem eru bara vextirnir af þessum ímynduðu skuldum. Þessar skuldir eru meira og minna afleiðu viðskipti sem er eitthvað skuld, það er bara bull. Og það gerist þá ýmislegt með því að það er eitthvað banki sem er í afleiðu viðskiptum og síðan bara allir dömpað á ríkissjóð. Ríkissjóður yfirtekur þrotabú bankans eða tryggingafélagsins eða hvað það heitir. Og þetta er svo svívirðileg glæpastarfsemi eða hálfaværi nú. Það hefur ekkert gerst eins og hinn fjölskyldu aðili myndi spurja, betur, hvað gerðirðu? Hvað keyptirðu? Hvað gerðist? Akkur allt við komin í 550% í mínus? Vorum 50% í plús. Og svarið er bara, já, ég veit ekki, það bara er svona. Þetta er engin rök. Það var ekkert byggt, það var ekkert gert á Íslandi sem að útskýrir 550% aukningu útgjöldum. Það hefur verið að stela þessum peningum af Íslendingum. Þetta er þjófnaður hábjartan dag. Þetta er bara, það eru bara ræningjar á ferð hérna. Og Ísland, það reyndar eru til sögulegar heimildir fyrir því, ekki fyrir löngu að Argentína fór yfir skuldabaggan sinn og þeir komust að því að cirka 76% af þeirra skuldum voru bara fabulur. Þetta voru enga skuldir, þetta var bara bull. Bara eitthvað fólk sem fekk alltaf fullt af vöxtum hvert ár sem átti enga rétt á vöxtum. Og við munum líka eftir svona furðu lánum þar sem að ríkissjóður tók lán og borgaði bara vexti. Eða það var einhver inneignarreikningur eða hvað það er. Þetta er ekkert efnahags, á Íslandi er ekkert efnahagslíf, það er bara rugl, það er bara tómt rugl. Og lífeyrissjóðirnir til dæmis, þeir eru allir tómir. Það er engin peningar í lífeyrissjóðum á Íslandi, það er bara einhver pappírar, handónýtir pappírar. Ég meina, það er alveg að segja bara lífeyrissjóðirnir eru fullar af klósettpappír með einhverjum tölum skrifað á þeim. Hvað ætlar þú að gera við það þegar þú verður gamall? Það verður allt tómt þegar að þessir aðilar og meira að segja einn af þessum mafjósum sem að flauta á milli ASI
hann var háskólarektor, svo var hann samningamaður ríkisins og svo, veist, hann flaut þessa mafíu hringi sína. Hann reyndar hafði mandómi að biðjast afsökunar. Hann sagði ég biðst afsökunar á því að lífeyriskerfið er ekki að borga eina einustu krónu til lífeyrisþega. Það kemur allt frá skattinum, skattgreiðendum. Opinberlega baðst hann afsökunar á þessu. Sem þýðir það að þóttu borgir 12% alla þína ævi í lífeyrissjóð, þá færði ekkert fyrir það. Ekkert, bara 0. Hvað verður alla þessa peninga? Þeim er stólið af elitumafíun á Íslandi, skipulögðum glæpastarfsemum. Þeir eru hreinlega stólið hábjartan dag og notaðir í alls konar annarlegum pólitískum tilgangi til þess að þessi elitumafíun á einungun á markaði. Til dæmis í stærsta prentsmiðja landsins fara allar sína prentvélar á 0% vöxtum og meðan aðrir þurfa að borga 30% vexti. Hvers konar rugl er það?